Komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpið Söguskoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Hersi Arnlundsson heiti ég. Við erum mættir aftur hérna. Hlaðvarpið Söguskoðun. Þetta mun vera þáttur númer 79 og við vorum hér í síðasta þætti að ræðum Krímstríðið og sögu Evrópu á 19. öld. Og það var nú heldur betur skemmtilegt, en eins og við gerum nú alltaf hér í hlaðvarpinu, þá reynum við nú að fara víðan völl, bæði í tíma og rúmi. Og það var nú verið svona hefð fyrir því að við reynum að hoppa svona vel úr einu í annað. Þannig að í dag ætlum við að færa okkur aðeins set. Og hvert ætlum við að færa okkur í dag, Ólafur minn, í okkar ágætu umræðum? Já, svona tímalega séð. Það ætlum við kannski að hoppa aftur til, já, hvað maður að segja, 15. öld, 15., 16., 17., 18. öld og í þá rúmi, eða hvar á jörðinu veru, þá ætlum við að hoppa til svona Suðvestur-Asíu og Suður-Asíu, með áherslu þá þessi, já, Miðausturlönd svokölluð og Indland. Við ætlum að ræða hugtak sem að nú ekkit svona neitt á allra vörum, þó maður hafi nú kannski heyrt að nefnt einhvern tímann áður. Já. Það er hugtakið púðurveldin sem var svona okkar tilraun til þess að þýða hið enska hugtak Gunpowder Empires. Mér fannst það var svona þú sem að komst með þetta púðurveldin. Mér finnst það ágætis þýðing. Hefurðu séð það einhvers staðar eða? Nei, kom ég með sagði ég það? Ég man ekki eftir því. Ég held að þú hefur komið með þetta. Flott hjá honum. Ég skrifaði byssupúðurveldin, sko. Já. Mér fannst það svo ljótt og þjált eitthvað, sko. Já, ok. Já. Einmitt. En ég hef ekkert lesið þetta á íslensku, þannig að ég veit ekki hvað myndi kalla annað. Mér varst, já, púðurveldi við spil hljóma bara ágætlega. Já. Nei, við höfum svolítið verið svona legið og höggið fyrir það hér í hlaðvarpinu. Við stundum verið að berja okkur fyrir það að vera svolítið eurocentrískir hérna í hlaðvarpinu og auðvitað svo sem engin ástæði sem vera að berja sig fyrir það. Nei. En við ætlum í dag að ræða, eins og þú segir, Miðausturlönd og Íslam. Íslamsk veldi, púðurveldin. Það er Ottomanveldið, Safavítaveldið og Múgalaveldið eða Mógúlaveldið á Indlandi. Já. Og þetta auðvitað stórmerkileg fyrirbrigði og svona auðvitað svolítið svona vissuleiti undanfari nútíma menningar ríkja sem eru þá Tyrkland og Íran og já, Pakistan eða Indland. Já, og já, þetta er svolítið svona, hvað maður segja, svolítið erfið hugtaka í ýmsu leyti. Það eru tveir sagnfræðingar sem kostuðu fram þessu hugtaki fyrst, Gunpowder Empires. Það var það Marshall Hodgson og William McNeill, báðir við háskólann í Chicago. Og það er áhugavert á að líta fyrst á það að þetta hugtak vísar ekki til þess að þessi ríki hafi verið búin til með púðuri. Þetta er svona ekki púðurveldi í þeim skilningi, heldur er þetta púðurveldi í þeim skilningi að þetta voru þá ríki heimsveldi á þessum byssupúðurstímum. Já. Það sem púðurið var mjög mikilvægur hluti síðan af ríkisbyggingunni eða viðhalda kannski ríkinu réttar og sagt. Náttúrulega íslenska orðið púðurveldi hljómar þetta svolítið svona loftkastali eða þú veist eitthvað sem er bara byggt á sandi eða eitthvað. Já, ég hafði þetta ekki hugsað til það. Það eru þetta túlkaða þannig. Það er alltaf ekki það sem við erum að vísa í, heldur er einmitt þetta byssupúður. Nei, það er þetta gunpowder. Já. Og það sjáum við þá til dæmis eins og bara með Tyrkina, Ottomanaveldið. Það er náttúrulega rættur að rekja mjög lengra aftur en svona almenn notkun á byssupúðri. Já. En það sem er kannski svona ástæðan fyrir því fyrst og fremst af hverju maður getur fært rök fyrir því að þetta sé nytsamlegt hugtak. Er það að maður sér í þessu þremur ríkjum að notkun á þá byssupúður og sérstaklega þá kannski stórskotaliði, fallbyssum og slíku
var mjög mikilvægur hluti af því síðan að viðhalda þessu ríkjum og styrkja þau samanber það pluss annar hernar því til dæmis það áhugavert að maður sér það allir sem Ottomanna ástæðan fyrir því að Ottomannaveldinu gekk svona vel sérstaklega á hvað við segja 15. 16. öld það mikil útþensla meðal annars mikil útþensla inn í Evrópu alveg þeir náðu að sækja alltaf Vínarborg það var þannig að það var blanda sem af því að nota riddarlið vopna þá bógum og síðan fallbyssum og frumstæðan byssum því þá náttúrulega var þannig sko að riddarlið var mjög færanlegt og það er áhugavert líka sko að byssurnar almennt fyrstu byssurnar voru margvært lélegar heldur bógar góður bógmaður gat skoti kannski 6 örfum og meðan að byssumaður var búin að skjóta kannski 1 kúlu eða 2 þannig að sko bógin var margvært betra vopn gallinn við bógan það tekur heila eilífð eða heila mannsaldur að læra almennilega að nota bóga og sitja hest og vera fær sko bógmaður og riddari tekur gífurlega langan tíma á meðan að sko byssan þú getur látið eitthvað fá einfalda byssu og eftir í að marsera og drilla í nokkra vikur og þá getur hann haldið út á vígvöllin með byssinu sinu og skotið og hlaðið en þá sér maður sko að blandan af þessu að vera með þetta riddarlið sem notaði þá góða bóga og tyrkir með sérstaklega góða bóga þetta voru einhvern veginn þetta voru bógar sem gæti tekið sko langan tíma gæti tekið upp í 2 ár að búa til eitt svona bóga þú ert að nota sérstaklega lím og notaði horn og notaði hitt og þetta en allan að það þessi blanda og síðan þá stórskottarlið til þess að geta tekið virki samanber það eins og bara fall Konstantínópolar 1453 eina ástæðan fyrir því okkur borgin fjall þá það var náttúrulega út af fallbyssunum sem þá Ottomanar voru búin að tilengja sér við viljum þetta lengi búið að vera dagskrá okkur að taka sérstakann þátt sérstakar umræður þann mikla atburð en sko þessi 3 veldi við erum að tala tímabilið því að sko þegar maður heyrir þetta fyrst sko Gunpowder Empire skilur þá þetta sem maður fyrir sér eins og þú sagðir sko ríki sem byggjast á byssuvaldi eða þannig og svo segir að það sé meira verið að vísa í tímabilið sko þá geti það verið kannski þetta svolítið eins og að segja sko kannski sko atómveldin ég veit ekki sko ég var að hugsa þetta kannski svo í tengslu við það sko en auðvitað þegar við segjum atómveldin þá erum við auðvitað að tala veldi sem eru með atómsprengju sko eða kannski þau veldi sem eru stórveldi á tímum atómsprengjunar þegar hún er svo tegund af ofurvopni sem að meikar eða breykar stórveldi mitt og þessum tíma er byssupúðrið að koma fram sem ofurvopn sem að gerir stórveldi og lætur stórveldi falla algjörlega og skipta alveg sköpum en það sér maður það allir með þess að eða sko í sögunu umsátur er alveg gífurlega flókið fyrirbrigði það er alveg brálaðslega erfitt að setja borg eða virki og reyna að hertaka það og þess að umsátur gáttu tekið marga mánuð og sum umsátur tóku mörg ár og þá var þetta algjör sko game changer og þvílt ofurvopn að vera með fallbyssu sem getur bara sprengt múrin í tætlur og svo getur rauðst inn algjörlega sko við erum að tala um 16., 17. og 18. öld svona mestuleiti sko þetta Ottomanríkið er alveg heilli öld eldra en hinn 2 Ottomanríkið kemst á koppinn svona rétt fyrir 1300 eða svona á 12. öld og náttúrulega svo við höfum nú rætt hérna bara í síðasta þætti þann tíma þegar Ottomanveldi var komið yfir á sinn komin að sínum vitjunartíma það er að segja að það var komið í hnignuna tímabil sitt á 19. öldinni og það féll náttúrulega ekki formlega fyrir 1922 Safavíta ríkið
sem basically Íran eða Persía stofnað á mjög snemma á 16. öld en þetta ríki talið vera fram á miðja 18. öld. Múgalaveldið líka stofnað á fyrirhluta 16. aldar og það ekki lagt að formulega fyrir 19. öld og það eru þá Bretar sem gera það á Indlandi og þetta eru öll þessi 3 ríki einkenni þeirra þá að þau verða svolítið til með svolítið sprengingu sko. Koma svolítið svona hratt fram á sjónasviðið þetta og með svona bang já. Og falla síðan frá eftir einhverja áratuga eða aldalangt hnignunar tímabil. Það svona sem kannski einkennir þessi ríki og þó í tilfelli Múgalana eða Mógúlana, ég veit ekki hvort réttar að segja, ég hef nú tað með mér að tala Mógúla sko. En þá þeir náttúrulega olnir að svona frekar veikburða þarna alveg undir lokin sko. Já, eins og Safavítana. Já. Þau tvö, en það sem líka svolítið munur að Safavítar og Múgalar fjallu mjög hratt, þannig að sérstaklega miðað við Ottomanna. Já. Ottomannaveldi hélt úti náttúrulega mikið lengur sko. Já, algjörlega, og náttúrulega Ottomannaveldi náttúrulega eldra líka. Já, og eldra. Þá náttúrulega sér maður líka munin sko, að því að en ekki, við getum að tala líka eins og það sem er náttúrulega sameiginlegt það sem er líka áhortið, þetta eru allt svona, tyrkneskar þjóðir, þannig séð. Já, nákvæmlega. Ottomanar náttúrulega, þetta tyrkneskt fólk sem kom uppálega frá Mið-Asíu og hélt þarna vestur eftir og lega auðvitað þessi Anatólia hásléttun og síðan þenjast inn í Evrópu og svona byggja þetta ríki og eru þá, já, fylgjendur Ósmans, sem fyrsti leiðtogi þeirra. Og þetta Ottomanveldi náttúrulega var ekki þjóðuríki á engan hátt. Þetta voru fylgjendur eins manns, en þetta var mikið tyrknesku fólki sem var svona kjarnin í þessu. Eins með Safavítana, þetta var mikið tyrknesku fólki sem var þarna að mynda oft svona, ég kalla þetta tribal confederacies, sem eiginlega svona hálflaus ættbálkabandalög sem oft rísa í þessum steppusamfélögum. Það kannski kemur fram einhver leiðtogi sem að sameina ákveðin hópa af ættbálkum, þeir mynda með þessi bandalag, leggja undir landsvæði og svo rifnar þetta oft í sundur. Á meðan að Safavítarnir voru svolítið undantekninga, þeir náðu þá að mynda þarna einhvers konar miðstýrt ríki sem þá var þetta Safavítaveldi. Og Mógúlarnir, þetta orðið náttúrulega skilt Mongólum og bara persneska orðið yfir Mongóli. Einmitt. Því sko þeir voru áttu ættir að rekja til til Djengis Khans og eins og sonum hans þarna, og ríki sem var til í Mið-Asíu og voru samt fyrst og fremst afkomendur Tímúrs sem Tímúr Halti sem var mikil tyrkneskur herfóringi af tyrknesku bergi brotinum að notar það, náttúrulega verður maður líka að passa sig, það er að tala um þetta, þá nú að tala náttúrulega sko, alla þess að tyrknesku ættbólk og tyrkneska fólki sem tegir sig allt frá þá í raun og veru sko, getur maður sagt Albaníu í dag og austur til Kína. En þá segir maður sko tyrkíska, eða ekki, þú veist. Tyrkíska, já, maður kannski sagt það. Já, tyrkir og túrkmennar eru tyrkískar þjóðir, skilur. Já. Þannig, og seljúkar voru tyrkísk þjóð, skilur, en það ekki tyrkir, því það þá auðvitað það sem við kallum bara tyrki í dag, sko. Já, Tyrkland og allt það. Já, það góða punktur. Já. Þannig að Tímúr til dæmis, það var þá hluti þá af þessu tyrkíska fólki. Já. Og tengdur sko Mongólunum líka en talaði þá eitthvað sko tyrkískt mál. Og á persísku, já, þá eru þeir þekktir sem Mógúlar og þaðan kemur þetta á líka ættir að sína rekja til Mongóla. Einmitt. En þá sé maður líka svona í margt sem er sameilt með þessu fólki, þetta er þetta steppu fólk. Já. Og ástæðan fyrir, eða svona í mjög stuttumáli sagt, ástæðan fyrir því að steppu fólk var náða að leggja undir sig þessi ríki og verða og byggja svona öflug heimsveldi eins og Mongólarnir og þá Mógúlar, Safavítar og Ottomanar var náttúrulega það að
þú ert alin upp á steppunni þá er það hryllilega brútal og harðneskjulegt samfélag þar sem þú ert alin upp við endalausan hernað, veiðar og stöðugt á ferð þannig einstaklingar verða að vera mjög reiðfærir þú verður að verða virkilega góðu knappi til þess að lifa af í þessu samfélagi og þú ert alltaf að berjast þannig að þetta samfélag býr til rosalega góða riddara sem síðan eru margfalt betri hermenn heldur en eitthvað sem hvað við segja bændasamfélagið getur búið til og svo þetta koma þér þarna inn í þessi fornu samfélög náttúrulega þú veist Indland, Persía og hinn frjósami hálfmáni þetta eru bara þessi vagga siðmenningar hennar í heiminum þú vandar bara Kína þú komið alla sortir komið slag en þarna og þau þetta leggjum undir sig þá náttúrulega bara svona, þú veist, svona landbúnaðarsamfélög skilur sem er forn landbúnaðarsamfélög og það sem hafði þetta verið á undan þessum svona stofnunum allra þessara ríkja var auðvitað ákveðin upplaust eftir að það hafði verið önnur gömul forn miðstýrð landbúnaðarsamfélög þarna fyrir en er búið að vera áratugina undan ákveðin svona pólitísk upplaust og þessi þrjú ríki ná að búa til miðstýrt ríkisvald sem að vari lengi og það er auðvitað það sem að þau eiga sameiginlegt og búa til skrifræðisbálk sem að það sem að þeir sameina sko í sinni menningu sko auðvitað bæði stjórnarhætti og svona tribal menningu og svona hernaðarkúltúr kannski frá þessu tyrkiska og mongólska en taka síðan upp auðvitað það sem að er hann líka fyrir í þessum samfélögum meðal annars sko til dæmis stjórnmálakúltúr og arkitektúr og ekki minnst náttúrulega trúarbröðinu þetta sem að koma upp raunlega frá Arabum en sko áhvert þetta til mér sem er þú veist, arkitekturinn til dæmis þú sér í þessi ottomanski arkitektur hann er náttúrulega moskurna sem þeir byggja þessa glæsulu moskur, bláa moskan og súlimanska moskan og svona sem þetta eru svona mjög líkt og mjög inspirerað af til dæmis Hagia Sophia skilur og við sjáum að öll þessi þrjú ríki nota persnesku sem í allavega einhverjum tímapunkti sem tungumál stjórnkerfisins og persnesk menning og stjórnarhættir persneskir fornir lifa mjög lengi í öllum þessum ríkjum líka í Ottomanum allavega eða Seljúkatyrkjunum allavega til að byrja með kannski ekki ok, nei ég bara þekki það ekki en hérna Ottomanar auðvitað náttúrulega þeir fara auðvitað nota arabísletur það allir með sér líka áhvert eins og bara með hugsaðum það með söguna í dag hvað það var mikið rof í sögu þá þess að var síðan Tyrkland þegar menn yfirgáfu arabíska letri og tóku upp latneska letri sem því þá Tyrkir í dag geti ekki lesið sögu sína allan ekki það sem er eldra en frá margir hvernig er þetta svo breytt var það 1930 eitthvað kringum það hvort það var eitthvað á þeim árunum held ég Einmitt. Svo náttúrulega líka sem er sammeilagt í þessu ríki náttúrulega líka þrælahaldi þetta eru allt þrælaríki minnst múkalarnir og það er ástæða fyrir því en safavítarnir og sérstaklega ottomarnir voru mjög háðið þrælahaldi einmitt þrælaríki en það er svolítið áhugavert að skoða eins líka því að við vorum að tala svolítið þetta eru íslamsk veldi og og það er auðvitað eitthvað sem þessi ríki áttu öll sammeil þetta voru allt Íslam var náttúrulega svona ráðandi hugmyndafræði og trúarbrögð í þessum ríkjum og það var hlutaði hvernig þessar stjórnir þangað sem þær sóttu löggildingu að meðal annars á trúarlegum grunni að vera eitthvað svona leiðtogar innan Íslam og það er auðvitað svolítið áhugavert auðvitað við erum með þessi fornu menningarsvæði Persíu bara það sem var áður Rómarveldi og náttúrulega Íslam kemur fram mjög fljótt kemur fram á 7. öld og breiðist mjög fljótt út allt þetta svæði og það kemur til Miðasíu sko á 8. öld eða eitthvað líka 700 og eitthvað sko það er mjög hratt sko þú var samanlega því Nei, er ekki árásinn er ekki undir þessu Gujarat sem er þá í
suðurhluta Pakistanis í dag og Sind sem er líka hluta Pakistan frekar í Indlandi er það ekki bara eitthvað 722 eða eitthvað, mikla róðustur þar Múslimar taka Samarkand 704 koma inn í Indusdal fyrir hluta 8. aldar og það er stofnað þarna kalifadæmi fyrst Umayyada kalifadæmi sem er nú ekkert svo rosalega langlíft en síðan þetta stóra forna kalifadæmi er Abbasíta veldið og auðvitað sækja þessi ríki svona svolítið svona menningararf til þeirra líka og það er svona svolítið saga Abbasíta veldisins er svolítið svona hver menn að berjast það að vera að hafa kalífinn í Bagdad sem strengjabrúðu Já og tímabil eru það Fatamítar og tímabil eru það Fatamítar frá Egyptalandi og tímabil eru það Seljúka Tyrkir og tímabil eru þeir fólk frá Persíu og svo eru það Ottoman Tyrkir Já, en það var líka mikilvægt fyrir Ottomanu sérstaklega þegar Ottomanu veldi sig að náða að leggja undir sig Mamlúkana og þá tóku þeir náttúrulega líka við sem sko verndarar Medína og Mekka Einmitt. Og það sem er líka áhugavert það er svolítið svona alþjóðlega deilur til eins og milli Ottomana og Múgala þar sem Ottomanar til dæmis endaði þannig að þeir bönnuðu báðum þessum borgum að taka við gjöfum frá Múgulum þá var einn af þessum múgulsku fóringjum þá að kasta þarna hellingspening til þeirra til sæmitt kaupa sem er í löggildingu og slíkt það var náttúrulega mikilvægt að vera þessi arftaki, vera kalífi sem er þá eitthvað sem að múslimar rekja allt aftur til Múhameðs og það var alltaf sem að líka mun á Safavítum á móti þá mögulega Múgulum og Ottomunum að Safavítarnir náttúrulega voru Shía múslimar Einmitt. og ég veit ekki maður þannig að það ekki að fara indilega í sauman á því en það líka sko í dag er náttúrulega mikið meiri munur á Shía og Sunni sem eru svo tvær greinar náttúrulega 90% öllum múslimum eru Sunni Einmitt. Þannig að Íran er svona undantekning í dag og síðan ákveðin svæðar ofta til dæmis hlutið okkur að borgarastýri í Jemen í dag það er náttúrulega þessar deilur en þetta var mikið mun óskýrari sem mörk þarna og svo kannski aðra hlutir sem voru mikilvægir svo til dæmis hvað var þar Safavíta og Múgala báður töluðu fyrst og fremst persnesku þannig til dæmis það er mjög áhugavert að sjá það að sko það var stöðugur spekileki frá Safavítum til Múgala því Múgalaldin voru margfald ríkari og á þessum 3 ríkjum þá voru Safavítarnir síðsta ríki þeir voru langveikastir og fátakastir þannig að það flæddi málarar skáld hinur og þessir svona listamenn til Múgalana í Indlandi og fengu þá stöður þar mikið frekar og þetta er náttúrulega líka sumir sem kannski hafa gagnrýnt það aðeins að maður getur alveg sett spurningamerki við til hvað svo mikið Safavítar er kannski heima þarna því það ríki var svo mikið síðra að öllu leyti en það fór þeir venjulega halloka í deilum sínum við Ottomanaveldi til dæmis þeir náttúrulega voru í stanslausum deilum og miklum stríðum þarna á þessum fornu landamærum það sem basically er í dag landamæri Íran og Írak sem mjög lengi verið landamæri einhverja og áhugavert að séu ennþá deilur í dag sko. það er náttúrulega Saddam Hussein það er náttúrulega 10 ára stríð á milli Íraks og Írans og í dag er náttúrulega líka ennþá deilur því eftir að Saddam var fjarlægur þá náttúrulega styrktust sko Shía-muslimarnir í suðrinu og þeir eru studdir af Íran þannig að Íran náttúrulega er að reyna að seilast meira til valda þarna Þetta er auðvitað það sem að Rómarveldi hið forna og Persaveldi hið forna mættust sko líka það og náttúrulega hafa verið en auðvitað náttúrulega eru við með alveg mjög langt tímabil auðvitað það sem að kalífadæmið nær þvert þarna yfir þangað til einmitt þess að tyrkísku þjóðir fara að koma og þetta fer svolítið að breyta umturnast svolítið samsetningin á þessu sveiði Svo er líka þetta svolítið áhugavert að því að þessar þjóðir sem að koma hann inn og stofna þessi ríki þau náttúrulega taka mikið frá þessu við sögum áðan náttúrulega frá þeim því menningarsvæði sem var hann undir fyrir auðvitað líka hellenismin sem auðvitað var
náttúrulega allstaðar í Litlu Asíu og Anatóliu og allstaðar þarna og við botn Miðjarðarhafs mjög ríkjandi svona menning og til dæmis svo þeir voru að þýða þarna Aristoteles og þetta allt saman sko. Jú, og það voru þarna og til dæmis þegar við erum að tala íslenska til dæmis heimspeki og guðfræði þá var einmitt mikilvægar umræður staða þessara þarna grísku heimspeki þá einmitt í þá hugmyndaheimi íslams Al-Farabi til dæmis, hann talaði það hann hefði lesið eitthvað eftir Aristoteles 40 sinnum áður en hann skildi það eins og þegar við talaðum einhvern þættinum sko, eins og fyndi í dag segir alltaf maður hafa gert eitthvað 1.000.000 sinnum áður fyrir þá var það 40 Þetta lesa þetta 40 sinnum sko. og það er svo áhverð með tölur sko, hvernig það breytist en það er svo 40 tala en ég hef sagt að 40 tala sem dúkkar upp oft en allavega þannig að og það er límis oft talað um þetta að það var mikil vinna þarna einmitt verið að þýða yfir arabísku og verið að vinna með þessar hugmyndir allt þangað til að Al-Ghazali lokaði á þær umræður og sló þetta allt út af borðinu og þá sneri Íslam baki við þessu og það er svona í mjög stuttu máli en þetta hafði þetta áhrif og það er náttúrulega áhugavert hvernig menn voru að vinna með náttúrulega þessa arfleifð og þá finnst mér náttúrulega Ottomanveldi sérstaklega áhugavert að þeir líta á sig sem arftaka Rómaveldis Já, og þú veist, þú sér líka svo, bara í svona svo einföldu hlutum með svo titlum skilurðu Tyrkir setjast að í Konstantínópel og kalla sig kæser í Rum skilurðu keisara Rómverja og Safavítar setjast að í Persíu og kalla sig Shah eða hvað er hugtakið þarna konunga sem skilur það sem að Xerxes og Darius kölluðu sig skilur sem reyndar að því við erum nú alltaf svo hrifnir af svona titlum að það er titill sem að gengur alveg fram á 20. öld sko að síðasti Shahin í Íran kallaði sig með þetta og hún var ekki steift fyrir er ekki byltingin 73? Nei, 79 Ok, hún er 79, og svo náttúrulega því við líka ofta tala svona kleimant sko, sonur hans, krónprinsinn hann er náttúrulega núverandi sem gerir kröfu til krúnunar Shah í Persíu hann býr ykkur staðar í Kaliforníu eða eitthvað og svo kannski fellir klerkastjórnin í Íran á næstu 10 árum og sem fáum við nýjan Shah á 21. öld nákvæmlega ég meina þau eru með svona rosalega fornan titil það var ekkert þýti fyrir stuðu sko svo mikið menningarlegt kapitalís þú getur ekki annað að reynda að nota eitthvað svona þú veist ef tækifæri gefst algjörlega sko og þetta er líka einst þú sér þetta aftur á Tyrkjum Rúmelía það er nú eitthvað hér í Búlgaríu í dag það er líka annað það bara þú veist Rómanía Rúmenía Rómanaland, Rómverjaland allt þetta, öll þessi hugtök þetta og síðan verðin þetta skjótt inn líka einu sem er sérstaklega áhugavert Súleman Mikli sem var er hann ekki upp á 16. öld fyrirluta 16. aldar þessi er svona þessu stærstu kannski stærsti leiðtogi Ottomana þekkti Súleman the Magnificent þekktur líka hann held ég þekktur sko sem Súleman Mikli eða the Magnificent sko í vestrinu alveg rétt en Tyrkir sko þar er hann kallaður Súleman löggjafi það er einmitt áhugavert sko þarna sem hann alltaf mun sko hvað er áhersluðin hjá hverjum einu en allavega hann átti mjög einstaka kórónu og sú kóróna var sem sagt gagnrýni og andspyrna gegn þessu verkefni hans Karls V keisara, hins heilaga rómverska keisaradæmis sem var reyna að sameina Evrópu og leggja undir sig allar hinn kristna heim og var líka áróður og ansvar við tilraunum páfa til að styrkja sitt veldi því þessi kóróna var innblásin af krúnu Karls V og af páfakrúnunni og páfakrúnunni er það svona 3 lög
hann var með 4 lög sko Já. til þess að undirstrika að hann væri sko ennþá stærri og flottari og allt þetta og með þess að svo áhugavert fyrirbyrða þarna sko soldátnin að búa til kórónu sem representar það og á að sína sko hans tilkall til í raun og veru heims yfir á það. Nákvæmlega. Og það hann auðvitað, þú getur líka sagt að hann sé að taka þátt í einhvers konar pólitík í Evrópu. Já, því sko soldánarnir notuðu ekki kórónur. Þannig að þetta var sko ekki eitthvað sem Tyrkir þekktu eða voru vanir. Þannig að þetta sko bara beint að Evrópu og evrósku pólitík. Þannig að maður getur séð fyrir sér sko hann hafi setið kannski þarna með kórónuna sína eða haft kórónuna í höllinni hjá sér og svo hafi einhver sko sendiherra frá einhver Evrópuríkinu verið þarna. Þá hafi þetta verið beint að honum. Já. Ekki einhverjum undirsóttum. Nei, algjörlega sko. Þetta er bara ótrúlega athyglisvert auðvitað bara Ottómaveldið verður svo gríðarlega stórt. Og þú veist að þegar við erum að djóka oft með að tala þú veist svona hundtyrkin og eitthvað skilur þá erum við auðvitað að vísa í þá orðræðu sem að var í Evrópu á þessum tíma vegna þess að Ottómaveldið var upplifað í Evrópu sem bara gríðarleg ógn tilvistar ógn og þú veist að þetta voru bara svo þetta var svo öflugt heimsveldi á þessum tíma skilur þó að það hafi síðan farið að hnigna auðvitað seinna meir að sko og síðan alltaf bara veldi múslima eins og kalifudæmið og þetta fyrir þennan tíma og svona skilur þetta var bara mjög öflugur og ríkur heimshluti skilur það sem var algjörlega og þetta gleymist svo oft vegna þess að við sko erum svo föst í okkar nútíma sín á heiminn það sem að sko út með einhverja talibana og eitthvað skilur má ekki gleyma skilur að þetta voru þessi risastóru ríku og öflugu menningarsvæði á þessum tíma sko algjörlega sem voru miklu ríkari og öflur heldur en Evrópumenn voru á þessum tíma maður googla bara kort af Evrópu skilur á 17. öld skilur þá sér maður bara Ottómanaveldi nær bara yfir langt inn í Austur-Evrópu skilur og það er auðvitað bara stanslaus sigur ganga hernaðarlega fyrir þetta veldi fyrstu 100-200 árin sko Já og það meðal annars út af þessari náttúrulega fyrst og fremst út af þessu riddaraliði þeirra með bógmenn og allt það og svo náttúrulega síðan þegar það bæta við stórskotaliði við þá hvað var að segja, sigur uppskrift þá náttúrulega voru þið með margfalt betri hér pluss það síðan að Ottómanarnir náttúrulega voru þræla ríki og það þýðir þá sko að herinn oft á tíðum í þessum ríkjum var sko voru þrælar, þetta er sem að mammalúkar voru þrælaríki þar sem að þú keyptir þá einmitt unga stráka og þú þjálfaði þá sem hermann og undirbjóst þá náttúrulega þá bara alla barnaskunna og úlingsárin og síðan það sem eftir var ævinar þá varstu náttúrulega atvinnu hermaður og þá náttúrulega leiði til þess að þú fær sérstaklega sko hliðhollan her og mjög öflugan her líka en hann er lítill, þú getur ekki byggt stóran þræla her Nei. Það er oft dýrt og þess vegna til dæmis var Ottómanaherinn svona margfalt öflugar með Janissarana til dæmis alla þessa ungu kristnustrákar sem var safnað saman á Balkanskaganum og gerðir að þræla hermönum sem hljómar mun verr en það var í raun og veru því sko sem þræla hermaður þá gáfust þér ýmist tækifæri og þú gafst unniðu upp sko í stjórnsýslunni og gafst komist til metorða og við sjáum það allir með sér heimildum að mikið af þessum strákum síðan auðvitað voru þá síðan að hugsa fjölskyldur sínar og hjálpa þeim sem voru heima og maður getur alveg fært rök fyrir því að það hefur verið betra að vera sko þræla hermaður heldur en að vera að slíta sér út á akrinum en sko Ottómanarnir voru mest háður þessu Safavítarnir náttúrulega voru með tölvöld að þrælum og með svona harem líka, svona kvennabúr og slíkt sem eru líka fyrirbreyðs við þurfum að taka fyrir eitthvað það er mun flóknara heldur en venjulega sett fram og konurnar þar voru langt í frá að vera sko undirgefni þrælar sem það ekkert að segja Ég er náttúrulega alltaf spilað í svona orientalismanum eins og bara vændishús sko en þetta var mikið meira enn slíkt sko Já, þetta var svona politist en ekki það, þetta voru þetta líka svona listigarðar og þetta var mikið svall þarna en það er svona allt, það er flóknara en svona maður heldur kannski
við fyrstu sín. Múkarnir sker sér svolítið úr að þeir voru ekki með svona þræla hér eins og ottomanarnir. Það líka vegna þess að Indland var svo brjálæðislega fjölmennt og allt öðru sér samfélag að það var svo mikið af mannablá og líka mannablá sem var vopnaður, því mikið af bændunum í Indlandi voru vopnaðir. Þannig að það gekk það ekki að vera með svona lítinn elítu hér. Þú gast ekki byggt nóg stóran hér. Nei. En þetta auðvitað að því að það auðvitað verið fyrir nefnt þetta með maður ber saman þessi 3 ríki og samsetninguna, þjóðasamsetninguna sem er mjög áhugaverð og maður líka bara með að bera saman við önnur svona veldi, skiluru Ottomanveldið þetta var meiri hluta til múslimar en með stóra minnihluta hópa kristinamanna og gyðinga sem nutu hlutfallslegs trúfrelsis að því leyti að stofnanirna þeirra og trúin þeirra lifði af undir Ottomanveldinu sem að hefði ekki verið hugsanlegt í Evrópu og á Indlandi hins vegar ertu auðvitað með minnihluta múslima elítustjættar sem stjórnar og meðan meirihluti íbúana eru hindúar og þetta er auðvitað ákveðin samsetning sem þarf að spá í. Safavítarnir hins vegar þar varstu kannski með minna af svona trúarhópum sem voru í minnihluta hópar þá, eða ekki? Já, bæði og því Safavítarnir náttúrulega voru með töluvert af armenum. Já. Sem voru þá tilhörðu armensku kirkjunni og líka eitthvað af réttrúnaðar mönnum. Og svo náttúrulega var líka gamla Zarathustra trúin lifði ennþá einhverju leyti. Og það voru aðeins deilur svona seinna meir þeirra á milli en Safavítarnir, það sem er sérstaklega áhört með þá að þeir tóku einmitt upp Shía og komu þeirri trú síðan á í því sem er þá í Íran í dag, þannig að það er til dæmis arfleif þeirra, en það er alveg rétt að áhört að sem bendir á þetta með þessa samsetninga, þú varst þá með ákveðna svona elítu sem tók yfir eins og til dæmis á Indlandi og múkalarnir náttúrulega koma það seint inn á sögusviði í Indlandi að megin fyrir fólk sem var ennþá hindúar á meðan til dæmis ottomanarnir eru náttúrulega komið svo snemma inn í Litlu Asíu og svo Evrópu af því að muslimar voru sjaldan að stunda aktíft trúboð eða virt trúboð vegna þess að það var alltaf leiðtoganum í hag að hafa í raun og veru sem flesta ekki muslima því þá gat hann krafist skatta þeim að þú varst með þessa dimmi eins og að kallast það voru þeir sem ekki voru muslimar þeir þurfa að borga sér skatt já. Þannig að ef það var rosa mikið trúboð og margir að skipta trú og þá náttúrulega varst að vega svo sem að skatttekjunum en það sem gerðist auðvitað í Ottomanveldinu að þegar ríki var búin að standa þetta í mörg hundruð ár og þú þurftir að taka upp Íslam til þess að komast í ákveðna stöður auðvitað í stjórnsýslunni og að borga náttúrulega sér skatt þá voru ákveðna pressur sem leiddu til þess að menn hægt og rólega tóku upp íslamska trú með tíð og tíma til dæmis allan að 2 frændur hans síðasta keisarans í Konstantínópel þeir tóku upp íslamska trú og gengdu sér embættum í stjórnsýslunni þannig en það var auðvitað þetta að þú varst þetta með ákveðna elítu en það allir með ottomanna þeir tóku til dæmis tóku það á sig mjög snemma eiginlega um leið og við búin að taka Konstantínópel að verja patriarkinn í Konstantínópel og unnu mjög með réttrúnaðarmönnum. Það sem er áhugavert er að gríska réttrúnaðarkirkjan hún vildi mikið frekar vera undir ottomönnum og fá vernd keisarans þar heldur en að vera undir kaþólsku kirkjunni og einhverjum kaþólsku ríkjum og þeir til dæmis soldátnin í Konstantínópel eða keisarinn eða hvað hann kalla hann hafði raun og veru stuðning mikið af þessum réttrúnaðarkristnu allt inn í 18. öld og þá er það þjóðernishyggjan sem kemur algjörlega og ég meina það er kannski líka hluti af skilur þú veist ég veit ekki þú veist það er alltaf þessi neikvæða myndskilur sem fólk hefur á þessu en þú veist þetta má ekki gleyma þessu skilur að já eins og bara réttrúnaðarkirkjan alltaf hefði þurrkast út ef það hefði haldið áfram að vera þarna
latínumenn sem hefur ráðið yfir Balkanskaganum skilur eða bara eins og gerist á Spáni skilur að múslimar og gyðingar voru bara þú veist, þurrkaðir út líka við eftir að kaþólikar komast til valda þar aftur það gerist ekki þarna skilur en áhugavert þetta með sko ekki líka stundu tala að þú veist þetta kerfi var ekkert svo gott in the long run vegna þess að til langtíma vegna þess að að vissuleiti var þetta gott fyrir þessa þjóðir eða þess fyrir þessa minnihlutahópa að ekki taka upp Íslam vegna þess að þá sluppuðu við herþjónustu sko gáttu bara að borga skatt og lifa sínu lífi í frið og ró sko Já, nema hvað að kristnu íbúar auðvitað Balkanskagan þurfti að náttúrulega borga drengjaskattin drengjaskattin en sko en síðan þetta líka þú veist, þetta er kannski svona svo hefur verið bent á þetta er svolítið svona kenningarauta sem er Rómaveldi og svona þú veist þeirra Rómaveldi sem er þrælasamfélag líka Já. og Ottómaveldi sko þegar þau eru alltaf í stöður útþenslu þá er alltaf influx af þrælum sko en síðan þegar sko útþenslan hættir þá byrjar þessi þræla efnahagur að verða erfiður í rekstri sko því að það er ekki alltaf kom ekki alltaf nýjar og nýjir sko Já, sem hafa bent á það en það sem ég varst áhugavert, ég hef ekki sett það áður ég var bók sem ég var að lesa núna þá bent hann á að kannski megin ástæðan fyrir því að okkur ottómanska ríkið hnignaði svona hlutfarslega séð og okkur átti erfiðar með að berjast við Evrópuþjóðurnar var kannski fyrst og fremst þessi þróun ég man ekki eins tölur hvernig var þetta þegar þetta var bara stórmerki, hann setti þetta upp nákvæmlega sko, og vísaði henni franskan konung sem hélt inn í Ítalíu, hvort það var 1400 eitthvað og þegar hann réðst inn með herinn sinn þá voru það einhverjum nokkuð þúsund hermenn síðan líða bara náttúrulega nokkur áratugir og þá var herinn ennþá stærri og ennþá stærri og ennþá stærri vegna þess að það sem þú sérði þróunin í Evrópu var að herinnur eru alltaf stærri og stærri og stærri og fjölmennari og sérstaklega allir og þetta er náttúrulega kannski nær hápunkti sínum auðvitað náttúrulega í seinni heimsstyrjöld það sem bara með sko fleiri milljónir manna sem eru kallaðir út og til dæmis þegar með Napóleon, þetta er Grand Armée það er mjög áhugavert að Napóleon og franska byltingin svona náða að virkja allt samfélagi til þess að kalla út alveg gífurlega fjölda af mönnum sem gáttu barist og í frammi fyrir þessari augrun að evrópska herinnir alltaf verða stærri og stærri þá áttu ottómanirnir svo erfitt með einmitt að breyta sínu kerfi því þeir voru ekki vanir þessu því ottómanskir bændur þeir gengdu ekki herþjónustu heldur voru þetta atvinnuhermenn sem sinntu þá fyrst og fremst bara herþjónustu og voru þá náttúrulega sérstaklega góðir og þá þegar herinnir voru litlir kannski með 10.000 manns í sitt hvorum hernum kannski 20-30.000 þá voru ottómanska kerfið mikið betra Þú veist alveg líka með svona lokal heri sko sem voru samansettir af bændum frá þú veist einhverjum svona lokal höfðingjum og svoleiðis var ekki þessi Janissara var það ekki meira svona þú veist þessi miðstýrði svona elítuher sem hægt var að senda svona fram og tilbaka Jú, það er bara fyrst og þess tvískipt kerfi sko og þú varst með Janissarana sem voru sem miðstýrði styrkur ottómanna og síðan voru þeir með sért kerfi þar sem að ég man ekki þessi tyrknesku hugtök Safio Saifo eitthvað þannig og Tamur kerfi eitthvað svoleiðis en það er svona hálfgert þetta er ekki lénskerfi en það byggist á því að einstaklingurinn þá fekk útluta ákveðnu landi og það var svo verðmætt og það var til þess að geta haldið út í svo marga menn og þetta samspil þá var sér kjarnin þá í ottómanska hernum en það þýddi það að það var mjög takmarkað auðvitað hversu marga menn þú gast kallað út því til dæmis eftir orðstöðuna við Lepanto þar sem að þessir þá þess mikið á svona mönnum gengdu herþjónustu þá sem bógliðar borð í skipunum að þá segja að töpuð ottómanar þessar orðstu sem sko eina svona stærri sjóorustum sögunar, stórmerkilegu viðburður sem við erum að tala um ekkert tjóðan og þá þýddi það að þetta var gífurlegt mannfall og gífurlegt tap fyrir ottómanana því þarna voru þeir búin að missa fullt af bógliðum sem höfðu sko sem hafði tekið mannsaldur að þjálfa og það var ekki hægt að bara kalla út nýja
því það tók kannski allavega 20 ár að búa til nýjan svona bóliða. Þannig að á meðan að Evrópuþjóðurnar sem voru mikið meira byggðar upp á allt öðru kerfi það svona kalla út menn og meira svona dreifstýrð herþjónusta og slíkt þá mikið léttara fyrir þá að kalla bara út nýjan herstyrk en ekki það ottómanarnir auðvitað þurftu aðlagast og hægt og rólega breyta þeir sínu kerfi sko til þess að geta kalla út ennþá fleiri hermenn og staðið þá almennilega gegn Evrópuríkjunum og þess vegna í raun og veru getur maður sagt sko Ottómanaríkið hafi heppnast þetta því það fellur ekki endanlega fyrir hvað 1923 en þetta er mjög áhugaverð útskýring á því af hverju þetta var svona erfitt fyrir Ottómanaríkið síðan að standa gegn þessum sko stóru svona fjölda herjum sem komið þá síðan sérstaklega kannski á 17. öld og 18. og 19. öld já að því það var bara hernaðarkerfið var byggt upp á allt öðrum forsendum og maður sér þetta svolítið svipað líka sko hjá Múgólum og Safavítum því Safavítar til dæmis þeir virkjuðu ekki bænduna og að því það sem er svo flókið við þetta líka er að það kostar líka ákveðna hluti að vopna bændunar því að þú vopna bændunar þá er léttara fyrir bændunar að gera uppreist gegn þér Þannig að ef bændalýðurinn er óvopnaður og kann ekki beita vopnum, þá er hann mikið léttara að kúa og halda þeim niðri. Þess vegna sér maður það ekki tilvíðun til dæmis eftir fyrri heimsstyrjöld, að þá eru mikið meira kröfur auðvitað frelsi og meira jafnrétti og slíkt eins og maður sér í Napóleónsstríðunum. En þú ert búin að láta einhvern ungan strák, fá byssu í hönd og kenna að berjast. Þá er hann ekki að fara að setja sig við að fara bara aftur á bílið og strita. Nei. Og ekki bara það, hann er náttúrulega líka þá með þekkingun og kann að nota vopnið, þannig að hann getur raunverulega gert eitthvað og barist. Einmitt. Þannig þess vegna þetta, þess vegna voru allir mammulúkarnir í Egyptalandi, þess vegna voru þeir ekkert að beita bændum eða vopna þá, og saga í Egyptalands er áhugaverð, sérstaklega þínandunum til að bændalíðunum þar hefur verið óvopnaður og stritað á ökrónum, og svo hefur verið eitthvað svona hernaðar elita fyrir ofan sem hefur stýrt öllu batteríunni. Einmitt. Og það sér maður svolítið í þessum ríkjum líka sko. Og það er allir áhuga með Múgalna og mér finnst það svolítið góð samlíking hjá honum í bókinni sem ég var að lesa. Þá lýsir hann Múgalunum í raunveru bara sem eins og skipi eða sem siglir þá inn í þetta indverska haf og kastar akkeri og nær sem þá að festa akkeri sem í þá Indlandi og menningarsamfélaginu þar. Og svo tekst þeim þá að með því að bjóði upp á ýmsar ívilnanir, þannig að til dæmis Múgalarnir voru mjög virkir og duglegir í því að þeir voru til dæmis að þenja út sitt ríki að staðin fyrir að sigra borgirnar eða virkin að þá buðu þeir góða samninga að það er svo gífur, það er svo rosalega dýrt, þetta er svo rosalega erfitt að taka borg, að sitja allir þessum borg með fleiri 20.000 manna í marga mánuði. Þannig að þá notuðu þetta alltaf, heyrðu, okkur gefst ekki bara upp og í staðin fyrir að vera okkur höfðingi þarna, þá getur höfðingi okkur Mongólunum, við erum alveg velluhauðir og við borgum svona mikið. Já, þú hækkar í tign, þú fær meiri pening, þú fær miklu flottara hjá okkur. Og þannig náðu þeir ofta að kaupa sér löggildingu og stuðning en síðan það sem er áhugavert að síðan sér maður sko, sérstaklega undir lokinu Múgólunum að þá var náttúrulega búið að þenjast út það var búið að taka öll þessi ríkustu svæði og það var erfiðara að safna pening, ná að borga svona, gera svona góða samninga og þá byrjuðu þeir að missa löggildingun og missa stuðningin og þá byrjuðu þetta akkerin að losna Einmitt. Og svo sér maður þá síðan hvernig það síðan bara fjallbýsna hratt sko. Já, og svo náttúrulega utanakomandi þættir sem eru sameigilegt fyrir öll þessi þrjú ríki sem er náttúrulega vöxtur Vestur-Evrópu skiluru og ásókn þeirra náttúrulega hjálpa til við að ná þessu niður, sérstaklega náttúrulega á Indlandi. Já, ég hef líka alltaf haft á sín, en í bókinu sem ég var að lesa núna, það var Islamic Gunpowder Empire eftir Douglas Streisand, eða ekki? Jú, Streisand. Allavega. Það er frekar nýleg bók, hún er held ég frá 2011. Jep, já, 2010. En allavega, þá segir hann sko að
ef maður lítur á heimildirnar og þá lítur maður, þú veist, á frumheimildir og reynir að leggja þetta svolítið til hliðar að þá sér maður sko að ástæðan fyrir því að þessum ríkjum hnignar kannski fyrst og fremst vandamál heima fyrir eins og til dæmis sko með múgalna í þessum hernaði þeirra var erfiðara og erfiðara að kaupa sér stuðning og hernaðurum var dýrari og þetta var kostnaðarsamara og allt erfiðara og þá hrynur þetta mikið frekar heldur en að englendingar hafi verið svona mikil ógn eða portugalir eða hollendingar eða hvað það er og eins og með Safavítaveldi fellur fyrir sko afgönskum ættbálkum og sko þegar að Safavítaveldi síðan fellur ef þú fer bara nokkra áratugi aftur í tíman þá er þessi afgansku ógn eitthvað sem þetta ríki hefur auðvitað geta dílað við en þarna var einhvern veginn sko ríkið eða stjórnsýslan búin að ekki huga nóg að hernaðinum og var einhvern veginn bara vanmáttugt þegar að þarna ráðast fram sko tiltölulega frumstæðir ættbálkar sem höfðu til dæmis ekki stórskotalið og gátu til dæmis ekki lagt undir sig virki eða tekið vígirtar borgir en bardagaviljinn einhvern veginn og löggildingin heima fyrir var einhvern veginn horfin þannig að þetta ríki bara fellur án þess að einhverjir englendingar eða portugalar eða eitthvað slíkt hafi haft mikil áhrif þar á þannig að það er ýmislegt þarna sem þarf að skoða meira það kannski kemur þó meira seinna þá að englendingar fara að pressa svona á persana en við erum allavega klálega með pressu á Indlandi frá breska Austur-Indíafélaginu sem er náttúrulega endanum síðasti mógúllin auðvitað svona formlega til fellur fyrir því og það er eins í Ottomanveldinu þeir auðvitað hrynja endanlega í fyrir heimsstyrjöldinni fyrir tilstuðlan náttúrulega vestræns þrýstings Já, algjörlega, en við vorum aðtuga það að þarna Portugalar komu til Indlands og undan mógúlunum Bretunum Nei, til dæmis Portugalar koma 1497 Vasco da Gama til Indlands Babur, jú hann ræðst inn það ekki 1522 Jú, það er yfirleitt eitthvað á 1520 eitthvað sko sem þetta talið byrja sko Já, englendingar, jú, þeir koma þarna eitthvað setna þannig að sko það en margt sem betur til þess að það sé meira tilviljun jú, þetta séðan settu Brettar eða englendingar meiri pressa á þetta og allt þannig en maður getur fært rök fyrir því að sú pressa hafi verið möguleg út af því að mógúlar voru búin að missa svo miklu löggildingu áður Já, það er röglega mjög góða punktur sko En það er reyndar samt líka áhugavert að sjá sko og ég gerum ekki grein fyrir því svona barótta til dæmis ottomana við Portugala og Indlandshafi mjög áhugavert allir dæmis þeir voru að vinna reyna að vinna saman til dæmis mamulúkar og ottomanar gegn Portugalum og verið að reyna svona að stoppa sko þenslu Portugals á Indlandshafi þannig að það voru gerðir út í flotar sko frá Rauðahafi og sendir inn í Indlandshaf til þess að stoppa sko Portugala þar og þá var hann sérstaklega þá ertu með sko, þetta er líka góða punktur þessu undirstrika hvað Ottomanveldi var gífurlega stórt að þú ert þá með ríki sem teygði sig frá sko Alsír í vestri allt austur til sko Úkraínu og Íraks í dag allir Balkanskæin undir þeim þöndust alveg út af Vín Krím og sko suður eftir stór hluta Arabíuskaganum og svo er þetta ríki sko að spila sko mjög flóknar skák að vera að reyna að tefla gegn sko Habsborgurunum og Karli V og útþenslunni þar þeir eru að tefla gegn Portugölum sem eru að reyna ekki að leggja undir sig alla verslunina austan frá en að reyna að sko komast inn á hann allavega og heimta sko tolla og ákveðin gjöld og þá eru þú veist menn að berja sko það verður berjast á Miðjarðarhafi, það verður berjast Indlandshafi og þetta er svo gífurlega stórt og sjá þetta ríki sko hvað teygði ánga sína langt Það er eitt sem við erum að ræða við erum fara svolítið svona fram og tilbaka eins og þú veist aftur að hnignun þessara ríki og endalókum svona, við skoðum þess aftur svona hvernig þessi ríki eru til að það sem hefur verið nefnt þarna þetta sem er merkilegt við þetta er þessi miðstýring að þeim tekst að koma á miðstýrðu sko
ríki á svæði sem áður hafði ekki verið miðstýring og hafði verið fragmentering og dreifstýring tíma og þá auðvitað svolítið, þú veist, þetta með sko, eins og við höfum komið hérna svolítið inn á þetta með Ottomanveldið sko, að sem sagt fara fram hjá höfðingum beint til soldánsins sko. Það eitthvað sem við þekkjum úr Evrópu í gegnum einveldið sem í rauninni miðstýring evrópsku ríkjana sem kemur á, þú veist, 17. öld en sko það eitt hugtak sem hann nefnir einmitt Douglas, hvað kallar hann? Streisand nefnir einmitt í bókinni sinni sko, hugtakið confessionalization í bókinni og kallar það sko, confessionalization sem sagt þegar að ríki og kirkja mynda með sér bandalag pólitíska miðstýringu eins og við sjáum til dæmis í heilarómsku ríkinu eftir siðbreytinguna þetta með trú prinsins skal vera trú þeirra sem búi í ríkinu og svona að það svona verið að sækja svolítið svona búa til svona löggildingu með því að sameina svolítið trúna á ríkið og þetta gera ottomanarnir þetta með því að þeir ná endanum að taka yfir kalífatitilinn sem auðvitað svolítið stórt mjög stór söguleg þróun náttúrulega Abbasítarnir búin að vera með kalífin búin að vera í Bagdad þó hann sé búin að vera alltaf strengjabrúða einhvers sko, að þeir ná að taka þetta yfir á sjálfan soldanan í Konstantínópel og svo náttúrulega hjá Safavítum að vera með þessa Shía trú skilur og gera sig svona einhvern veginn svolítið leiðtogar þar inni ná ekki mógúlarnir að gera þetta á svipaðan hátt eða hvernig það? Já, maður sér þeir reyndu til dæmis með þegar vera að gefa gjafir til Mekka og Medína og svona en náttúrulega þegar Tyrkir eða ottomanar réðu yfir borgunum og þá var það stoppað og litið á það sem ákveðna ógn og svona ögrun en það sem var náttúrulega svo erfitt sérstaklega fyrir mógúluna var auðvitað það náttúrulega stór megin þorri þeirra þegna náttúrulega voru ekki múslimar það takmarkaði náttúrulega hvað og hvað spilað á það á meðan náttúrulega þú sér það með ottoman að ottomanarnir fara úr því soldanarnir fara úr því að vera sko þessi miklu hernaðarsoldanar sem að þenja út ríkið og þannig og fara yfir í að vera sko verndarar sunni íslams og veita þegnum sínum lög og passa upp á lög og réttindi og slíkt verndarar, rétturinn að kirkjunar líka og slíkt og þar sér maður allir með áhugavert að sko einna stóru andstæðingum ottomanna og soldanna var alltaf kálska kirkjan út á páfanum og að því að hollustan kannski kaþólikarna lágu einmitt þar á meðan að til dæmis Safavítur auðvitað gera svipa með þetta Shía og náttúrulega koma á þá náttúrulega Shía Íslam í sínu ríki svo sér maður náttúrulega líka með mógúluna þeir þurft að passa sig mjög í þessu og þessu er til dæmis og það er til dæmis mjög umdeilt í dag sko. Hvað var rétt og hvað var rangt og hvað leiddi til dæmis þessar hnignunar og það fer allt eftir því hvort að þú sért indverskur þjóðernissinni eða hvort þú sért pakistanskur múslimi eða hvort þú sért professor við Oxford eða Cambridge og þetta er mjög mikið hitamál í dag og til dæmis hann Aurangzeb hann hafi sér borið fram sem er svona síðasti kannski svona þessi stóri mógúli og leiðtogi hann dó held í 1707 og upp úr þessu þá hnignar ríkinu sérstaklega og er ekki síðasti mógúli settur af 1857 minni mig, kringum það leiti allavega þannig að hann lést þarna 1707 og það sem hann gerði til dæmis er að hann braut þá þessa venju á meðal mógúla að það ætti raun og veru ekkert að vera hyggla kannski innum ákveðum sérstaklega heldur frekar sko að reyna að keyra svolítið svona frjálslynda stefnu og svona passa upp á ákveðu frelsi eða umburðalindi kannski réttara sagt á meðan að Aurangzeb byrjaði að keyra sko harði línu í Íslam að það ætti núna þar sem hann var fyrst og fremst að verja sína sunni múslima og ef maður er pakistanskur múslimi þá finnst manni þetta að vera venjulega mjög flott og jákvætt og gott að hann gerði þetta og meðan ef maður er indverji og hindúi þá er litið á þetta sem
brota ákveðin hefð og venju sem hafi verið að verið ekkert að berja á síkum og hindúum og hinum á þessum en allavega þessi harðlínu náttúrulega leiddi til það er það sem ég er svolítið óviss og ég þarf að kynna mér það betur af því það sem ég teki oft eftir því ég er að lesa er að til dæmis, nú erum við búin að tala um ottómanarnir voru umburðarlyndir og keisarinn varði oft hagsmuni til dæmis grísku réttrúnarkirkjunar Jú, þetta er alveg rétt en það sem ég teki eftir er að menn gera þetta venjulega þegar menn eru í sterkri stöðu þegar til dæmis Tyrkirnir, ottómanarnir voru sterkir og drottnuðu gjörsamlega yfir öllum kostaði þá ekki neitt, þá gætu þeir alveg svona umburðarlyndir en þegar allir þetta ríki byrjar að hnigna þá allt í einu koma fram krossfestingar og þjóðarmorð og eyðileggja kirkjur og hryllileg brot, það sem við kalla mannréttindabrot og ofsóknir og hryllingur og ástæði fyrir því af hverju Rússar voru að líta á sig sem verndara kristinna manna vegna það var raunverulega þörf á okkur slíku verndara þegar við komið inn á 19. öld eins og við töluðum hér í síðasta þætti nákvæmlega og það er spurning Arungsepp það að hann byrjaði að keyra einhverju harðari sunni línu var það út af einhverju óróleika í ríkinu ríki var ekki jafn örugt með sig valdið einhvern veginn var orðið veikara og þess vegna var reynt að grípa til þess til þess að reyna að styrkja ríkið og veita löggildingu því svona hörð þjóðernisstefna eða öfga trúarstefna er mjög oft afsprengi veikleika eins og bara með sér öfga íslam í dag er fyrst og fremst afsprengi þeirra veiku stöðu sem í íslamski heimur stendur í dag samanber það til að missa eftir fyrri heimsstyrjöld þá voru einu sjálfstæði íslamsku ríkin voru þá Tyrkland sem var búið að brjóta á bak aftur og rétt svo náða að lifa af átturunum verið að taka af lífi það sem var síðan Sádi-Arabía og það var bara vegna að það var eyðimörk og ekki eftir einu að slæðast þar og spurning hvort maður getur sagt að Persía líka, Persía var svona hálf sjálfstæð en restina af íslamska heimi var búið að leggja undir sig af nýlenduveldum og það auðvitað má þetta segja það allt annað, ég meina þú með þetta þess að þjóðernishyggjan verður mest svona öfgakend á þeim svæðum og þeim tímabilum þegar eru erfiði tímar sem við sjáum með nasisman til dæmis og algjörlega og annað slíkt þannig að og þess vegna er spurning hvort að einmitt þessar breytingar þá hjá mógúlum hafi verið einmitt út af því að þetta akkeri þá var að veikjast og því það var erfiðar að kaupa sér stuðning og hollustu en þessi Abbas sem er svolítið svona þessi öflugasti mógúl var það ekki hann sem að bjóð til reynda að búa til ný trúarbrögð sem að sameina það besta úr íslam og hindúisma og fleiri trúarbrögðum en það var nú svona verkefni sem fór svolítið í vaskinn hjá honum eitthvað ráma mig þetta og og það var nú ekki margir sem að fylgdu þessum trúarbrögðum nei, sumir hafa reynt þetta Akhenaton til dæmis minnum hann að heitir hann egypskur faró sem reyndi að skipta út öllum egypsku guðunum fyrir sólina í raun og veru stofnaði eigin borg og allt hann reyndi svipað, það fór í vaskinn svona fer venjulega í vaskinn hann reyndi þetta líka okkur manni ekki hvað hann hét Marjón minn mig sem tók guðspjöllin 4 og hann fannst alveg afleitt að vera 4 guðspjöll þannig hann einmitt sameinaði öll guðspjöllin í 1 gott guðspjall og reyndi að keyra þá línu það fór líka í vaskinn og þá hefði verið mikið einfaldar að vera bara með 1 guðspjall þannig séð en það er svona gott dæmi að það er ýmsir sem að prúfa svona en almennt voru múglarnir umburðarlindir Það er svo reynt sem við þurfum að nefna þessu líka þetta ef við ætlum að skoða þessi samfélag nú erum við náttúrulega þetta bara fleitarjóman að þessu við munum þetta sjálfsögðu þurfa að ræða ef maður vill kynna sér þetta betur þá þurftum við að taka bara sér þátt um hvert og eitt þessara ríkja eða þess að þú sagðir einhverja þætti í sögu þessara ríkja og það er auðvitað þannig sem að
bara svona aðeins að fara yfir þetta á yfirborðinu og ég held að sé líka kannski bara vegna þess að merkilegt að vekja athygli á þessum veldum og þessum heimsluta og gróskun í þessum heimsluta á miðöldum og nýöld því að það er ekkert allir sem átta sig á því. Nei. Að því fólk er svo mikið lifir svo mikið í nútímanum og síðustu 100 árum. Einmitt. Þannig að minnst bara mjög mikilvægt að draga þetta eins fram. Það er ekkert margir sem eru mikið að spá í svona innviðanum þetta. Nei, einmitt. En að því að það er auðvitað þannig að við vorum að tala um að það voru náttúrulega reyðilega rík samfélag og mikið verslun þetta. Við komum auðvitað inn á þetta með silkivegin líka. Skilur, þetta er náttúrulega bara silkivegurinn liggur við allavega en að hann hluta af þessu og mikið ríkidæmi þetta, mikið verslun og engin tilviljun auðvitað, þú veist, Konstantínópel var miðstöð verslunar fyrir 1453 og verður það eftir 1453 þó svo að hluti af hnignun þessara ríkja það sem spilar inn í þar allavega Safavíta og Ottómanveldi eru breyttir verslunarhættir auðvitað í heimsversluninni þegar að það færist meira vestur á bóginu auðvitað eftir 1500 spilar inn í og þú ert með þessa gríðalegu hallir og moskur og allt þetta sem við nefndum aðan í Konstantínópel og víðar mesta náttúrulega stórvirkið á þessum höllum og svona hlýtur auðvitað að vera Taj Mahal sem að er náttúrulega í hvað borga það aftur? Er hann ekki Delhi? Nýju Delhi? Já, það er mann rétt. Það er alltaf á Indlandi og sem að er sérst grafísi sem að mógularnir googla þetta sko. Hún er í Agra. Já, hún er í Agra í Norður Indlandi. Er það ekki hjá Delhi? Er ég að rugla? Já, 190 km suðaustur á Delhi. Agra veit eftir að muna þetta var gamla höfuðborgin þeirra. Já, og hún var byggð af mitt Shah Jahan árið 1600 eitthvað á 17. öld og er náttúrulega bara eitthvað frægasta monument svona sem er til í heiminum í dag, eitt af því og svo er mitt þetta svolítið skemmtileg sagan af mitt sko páfuglakrúnan sem að var krúna Mógúlakeisarana hásætið þeirra sem var alveg fyllt af gimsteinum og demöntum og 18. öld svona í dauðategjum Safavítaveldisins að þá gerir konungur Safavíta eða Shahin hvað hann hét, Nadir Shah hét hann það ekki sem að fór í alveg gríðarlegan hernaðarleiðangur þvers og kruss og endaði með að gera innrás í Mógúlaveldið og réðist á Delhi og tók með sér páfuglakrúnuna og alla gimsteinana þar og það er meðal annars þessi stóri frægi gimsteinn sem er stærsti gimsteinn í heimi. Mástu hvað hann heitir? Nei, ég man ekki hvað hann heitir. Nei, hann er ekkert stærsti demantur í heimi. Já, hann heitir Koh-i-Noor sem er persneska og þýðir Mountain of Light stendur hérna á Wikipedia. Já. Einn af þessum stærstu demantum í heimi. Já. Sem að er sérst allavega gimsteinn sem að endaði síðan náttúrulega fór hérna á milli manna auðvitað og endaði síðan aftur í Indlandi og var síðan endaði síðan auðvitað með því að honum var þeir gáfu Viktoríu drottningu þetta sko og þetta er hluti að breska krúnudjásninu í dag. Já. Og eru auðvitað uppspretta mikilna deilna auðvitað á milli auðvitað bæði Íran og Indland og Pakistan auðvitað gera kröfum að fá þetta aftur en þetta er náttúrulega þetta til sýnis í einkasafni bresku krúnunar í dag. Já. En það er líka í tengslu við þetta norðurhluti Indlands það var gífurlega ríkt landsvæði og maður sér auðvitað að það er ekki tilvílun að Mógúlaveldi tegði sig fyrst og fremst við það því að þetta er náttúrulega gjöfulustu landbúnaðarsvæðin eftir mestu auðvitað að slægjast þarna. Já, Punjab þarna. Já. Einmitt. Og þá allir með sem getum að búra það saman með Safavítanum því náttúrulega íranska hásléttan er tiltölulega fátækt landbúnaðarsvæði. Einmitt. Þannig að til dæmis ástæðan fyrir því af hverju Safavítarnir náðu að koma þarna á svona miðstýrðu ríki var að þeir
þeim tókst að ná einokun á silki framleiðslu í landinu og þá einmitt að framleiða silki, hvort það ekki þá í norðurhluta ríkisins og selja það síðan út og þá nota þann pening til þess að halda uppi þessu miðstýrða ríki. En það leiddi það samt líka eða kannski hluti af hnignuninni líka því það sem áhugavert að maður sér sko að Safavítarnir þá þvinguðu líka sitt ríki þá inn í það að vera fyrst og fremst bara framleiðsluríki, framleiða hrávöru og senda hana út og svo hún unnin annar staðar og það sem svo áhugavert við þetta fyrirbrigði að hrávörur eru lítilsvirði, það sem mest virði náttúrulega tilbúna varan. Eins og bara til dæmis það sko, hverjum ekki sama sko hver framleiðir efnið í iPhone-um, þú veist, það er bara klink, það er bara smá peningur á meðan iPhone-in sjálfur, þú veist, það er alvöru peningur, þú veist, það er auðurinn náttúrulega liggur í því. Þannig að það, þú ert með landið svo Kongo sem með fullt allan á hrávörum og sendir það og selur það á heimsmarkaði, það er bara klink, það er smá peningur. Þannig að Shahinn Safavítarnir grófu undan því að það geti risið til dæmis einhver almennilegur eða sterkari þá silki iðnaður til dæmis í Íran passa mig að nota í því sem í dag er Íran og það sé maður til dæmis kannski þá hluti til dæmis af þessari hnignun sem kom seinna mér. En þessi frægu persnesku teppi, það ekki var það ekki byrja að vera tískuvara? Jú, það var það. Þannig að það er til dæmis eitthvað sem þeir einmitt líka voru háðir sko að selja þau út. Og þess vegna náttúrulega var það náttúrulega mjög erfitt fyrir Safavítan að keppa við Mógúla og Ottómana. Þetta var mikið síðra ríki og það getur maður líka alveg sett spurningumörki við hvort þeir að vera sett inn í sama flokk því þeir voru svo mikil síðri. Já. En þá oft mátti sem maður líka með verslunum sko, það áhuga með Mógúluna að maður segir að það hafði ýmsuleyti mjög jákvæð áhrif að Englendingar og Portúgalar voru að versla við því þarna kom náttúrulega þá einmitt fjármagn og hvati til þess að koma á laggirnar hinum að þessum iðnaði, vefnaðar iðnaði til dæmis, framleiða hinum þessi vefnaða vörur sem var selda á Evrópumarkaði og slíkt. Já. Og einmitt fjárfestingar og öðruvísi svona verslunar hugsunarháttur. Einmitt. Þannig að það náttúrulega óks aðeins til að byrja með en ég hef þá tilfinninguna að það sé svolítið svona tilviljun að þessar Evrópuþjóðir komið þarna sama tíma eða svipum tíma og þessum ríkjum síðan hnignar og ég er ekki viss að Evrópuþjóðirnar séu ástæðan fyrir þessi ríki hafi fallið. Og til dæmis áhugavert með hann Douglas sko, hann segir til dæmis að félagssaga til dæmis Indlands á tímum Mógúluna sé óskrifað verk. Já. Og menn vita það er fullt af heimildum sem ekkert hefur verið unnið með og það er hellingur sem eftir að vinna með og rannsaka þegar kemur að öllu þessu og það var allir líka áhvert að vísa það er allir líka munurinn á Safavítinu og Ottómönum að þú getur lært sögu Safavíta á svona 1 ári segir hann, mér finnst það skemmtilegur kvót en það tekur mannsaldur mannsæfi sko að mastera Ottóman historiografi. Því sko Ottómanaríki náttúrulega var það svo mikið allavega skjöl, það var endalaus skjalasöfn og endalaust að heimildum hitt og þetta. Algjörlega, lítið að heimildum hinna sko. Já, mikið minna, en samt til dæmis með Mógúlunu, það er fullt af heimildum, en náttúrulega vandamál líka það er tungumólin sko. Þú náttúrulega þarft að læra það persnesku og þú þarft að læra úrdú og hindi og hinn og þessi tungumólinu sem eru þetta snúið. En þessi, við sem að tala þetta með ríkidæmi aðeins aftur að þessu með að þú ert að bera þetta svolítið saman sko, við tölum náttúrulega Taj Mahal og þú veist Delhi og úr þessar ríku stóru borgir Konstantínópel þetta demanturinn við Miðjarðarhafið og allt þetta Safavítar þeir stjórnuðu frá er það ekki Ísfahan sem var höfuðborgin sem má ekki rugla sama við Teheran ekki sama borgin. Nei. Ég man nú ekki svona hvort það sé eitthvað svona stóra merkilega byggingar þar en það getur auðvitað vel verið að sé það. Bláa moskan. Nei, Bláa moskan er hún ekki
Jú, hún er í Konstantínópel. Jú, því það eru líka svona byggingar þar. Já. Já, því það eru hin og þessar byggingar, þeir notu. Já. Nei, þú ert með þetta þarna, þú ert með þetta torgana. Já, það sér við segi. Naqshe Jahan torgið sem er byggt þarna milli 1598 og 1629. Já. Umkringt byggingum frá tímum Safavída. Og Shah-moskan. Einmitt. Já. En sko, vandamálið sem þeir stóðu frammi fyrir, ástæðan fyrir því að þeir færðu höfuðborgina til Ísfahan, var ógnin frá Ottomunum. Já. Því þeir til dæmis var ekki höfuðborgin líka í Tabrís, einhverju tímapunkti, jú. En til dæmis Ottomanum tókst að leggja þá borg eða sigra þá borg. Safavídarnir gátu ekki varið hana gegn þeim. Á meðan Ottomanarnir, þeir áttu mjög með að halda borginni, því það er líka gallin við sko Ottomanakerfið og núna er svona, ég sá nú ekki fyrir mér að fara alveg í saumar þessu, því það er mjög þurrt efni. En svona í stuttumáli sagt að þetta hernaðarkerfi sem var í Ottomanaríkinu, það leiddi til þess að það var að takmarka hvað Ottomanar gátu þanist út. Því það var oft þannig sko að það var háð því að þú gast bara barist eða mann rétt frá apríl til októbers. Það var svona campaign season, það var þá sem hægt var að berjast og síðan eftir það þurfti herinn að leysast upp og fara aftur heim og safna sköttum og slíku. Þannig að þess vegna gat í raun og veru ottomanskur her hefði aldrei getað marserað til Berlínar eða hertekið Madrid eða Toledo eða eitthvað þannig Spáni. Því kerfi var þannig byggt upp sko að það voru takmarkanir. Þú þurfti alltaf að fara heim og allt þetta. Þannig að þess vegna gátt til dæmis Ottomanar ekki haldið oft Tabrís, en Safavítar samt voru ekki nógu sterkir til þess að verja borgina. Þannig að Ottomanar gáttu lagt hann undir sig, stýrt inn einhver mánuð sem þurftu þeir að hörfa aftur heim þegar campaign seasonu var búið. Þá gáttu þeir aftur tekið út yfir borgina Safavítarnir. Þá náttúrulega var afleitt að vera með höfuðborg sem gast ekki varið. Nei. Og þá sér maður náttúrulega líka sko hversu veikt þetta Safavídaríki var. En þessi kirkja moska, þessi Shah-moska sem er í Ísfahan, hún er náttúrulega glæsileg sko. Ég var að skoða myndir af henni núna með að segja þetta. Já. Og hún er alveg bara svona meistaraverk af þessum á skala við hinnar þarna. Algjörlega, en það er fullt af stuðin sem verið gaman heimsækja í Íran. Það er bara svona synda staðan þar er eins og hún er. Ég held svona að Íran sé kannski ekki alveg efst á listanum svona yfirleitt sem ég vel til heimsækja akkurat núna. Mér er nefnilega langað svo mikið til Íran sko. Það er nefnilega hátt á mínum lista. Og sjá þú veist Persapólis og ég er reyndar að fara kannski, ég er að pressa það núna að reyna að komast til Istanbul bráðum. Já, aðmjög rosa mikið frá þangað. Tengdapabbi er að vinna þetta nálægt. Já. Er að vinna þetta í vinnuerindum þetta nálægt og ég ætla að reyna að fá það í gegn að við getum farið að heimsækja hann og þá get ég kíkt á Hagia Sophia og Bláu moskuna og svona. Já. Ég hef lengi heimsækja Miklagar. Heimsækja Miklagar sko. Synd á stólkonungurinn sé það ekki lengur. Hann kemur aftur. Ég var að væringja þá getum við bóðið fram okkar liðsauka. Herru, allana við bráðum fara að klára þetta. Mér langar aðeins að nefna þetta þegar þú sem sagt varst að ræða þessa sagfræðinga og þetta er auðvitað svolítið svona sagfræðilegt, tengið svolítið svona sagnarreitunum þetta. Náður að lesa bókin hans Hodgkinson eða hvernig sem maður segir nú þetta nafn. Já. Marshall Hodgkinson sem er þessi hann heitir Hodgson. Bandaríski sagfræðingur sem er nú reyndar að skrifa frekar fyrir svolítið lungu síðan, hann dó sko 67. Já. En hann er svona faðir eða svona hans nafn og hans MacNeil. Þeir eru svona taldir vera svona upphafsmenn þessara
þessa hugtaks Gunpowder Empire sem við komum að hérna alveg í byrjun þáttarins og þeir eru báðir að skrifa í þessu hvað við kallum þetta undirgrein sem kallast heimsaga skoða sögu heimsins og hvernig menningarsamfélög tala saman og samskipti og verslun og þannig sko og hérna og hann auðvitað, sérstaklega hann auðvitað hefur verið svolítið svona þokkalega stórt nafn í þessum fræðum býst ég við var mikill expert sögu Íslam og allmis kom með nokkur önnur hugtök sem að kannski ekki alveg fekst í sessi svo hann talaði til dæmis alltaf Islamicate í staðin fyrir bara Islamic sko það var einhver voða pæling þar á bakvið sko að þú veist Islamic er sko eurocentrist hugtak það verður réttar að segja Islamicate og hann notaði líka hugtaki Islamdom eins og kristendom sem hefur ekki alveg fest svona nei og þarna en hann sprettur auðvitað, hann að skrifa þarna á svona upp úr miðri 20. öld og það svolítið svona ferskublæru auðvitað skilst mér að koma með svolítið svona nýja sín á sögu þessa heimsluta sem ekki lituð af gamla góða eurocentrismannum og hann var svolítið svona að svara því vildi svolítið skrifa sögu þessa svæðis á eigin forsendum og hvað heitir bókin sem að þetta allt kemur frá? Jú, ég er ekki búin að lesa hana, ég ætla að lesa hana og hún er hluti sko af þetta getur hluti að þarna 3 binda verki Íslamdóm Íslamsdómin, já heitir þetta ekki The Venture of Islam? Jú, stemmir, The Venture of Islam 1974 þetta 3 binda verk Conscience and History in a World Civilization en sko The work is recognized as a masterpiece that radically reconfigured the academic study of Islam, segir þér hérna. Já. En hann hefur alveg ekkert farið neitt, það hefur komið gagnrýni á þessa sérstaklega hugta Gunpowder Empire sem við höfum auðvitað rætt hérna. Já, algjörlega. Og það er auðvitað meðal annars bara út af þessu sem þú hefur nefnt þetta með Safavítana og líka það, þú veist að auðvitað komið fram önnur ríki sem að eða þú veist, sum þessara ríkja náttúrulega miðstýrðust og urðu til fyrir tímabil byssupúðsins eins og Ottomaveldið og svo auðvitað ertu með önnur miðstýrð ríki sem að ná stabilitet og ná að leggja undir sig nágranni hér og að vaksa án þess að vera þekkt sem Gunpowder Empire eins og til dæmis Rússland. Það einmitt að sé ég búin að hugsa sko, þegar ég búin að lesa þetta sko, og hver munurinn þar okkur Rússland ekki að og svo líka, við hefum líka nefnt Mammulúkana, af hverju þeir ekki heldur nákvæmlega. Það er svona langar með mitt nefnilega til að sökka mér aðeins meira í þetta núna og sé fyrir mig að komið nokkur fleiri þættir þessi fyrirbrigði, pluss hvað með Austur-Asíu? Kína, Japan, Kórea Vietnam hef ég líka séð nefnt en ekki það, ég held samt ég hef það svona tilfinningunni að það sé alveg svona nýtsamlegt hugtak en maður þarf samt að vera gaggrinn út í það og kannski svona að þetta er alltaf bara svona söguna, þú veist, sagan er svo brjálæslega flókin, alveg sama hvað hugtök við búin til og það er alltaf bent okkar dæmi og sagt, hvað með þetta þarna? Passar þetta að nógu vel? En maður er að reyna að skilja eitthvað fyrirbrigði og þá verður maður að reyna að búa til svona hugtök eða svona shorthand sem er að vísa til einhvers. Maður verður að reyna að skilgreina einhvern veginn, eins og bara við oft talaðum með tímabilaskiptingu. Það er það náttúrulega bara tilviljun sem stýrir því, en sum tilviljun er samt betri en önnur. Já. En svo var önnur bók Stephen Dale sem ég kíkti aðeins í. Já. Hún er mjög skemmtileg, vel skrifuð. Já, The Muslim Empires og the Ottoman Safavids and Mughals. Jep. Já, ég með þetta líka fyrir frá mig. Sem að koma út árið 2010. Ég las aðeins í henni og og hann mitt tekur þetta aðeins fyrir líka, þetta hugtak sko. Já. Hann segir einmitt sko, ástæðan fyrir að gunpowder er ekkit svona endilega heppilegast orðið til þess að lýsa þessu sko. Já. Er að sko að þú þó benda til þess að sko að skotvopn hafi komið á stað
stórum breytingum í þessum ríkjum en segir the suggestive idea that firearms triggered fundamental changes in the organization of a particular Muslim empire is often alluded to but rarely demonstrated in a systematic fashion and has not yet been applied to these 3 states. Svo segir hann the gunpowder empire label is particularly questionable for the Safavids who never really warmed to the use of heavy artillery sem auðvitað eitthvað sem við erum búin að nefna hérna. Já. Og þetta eitthvað svolítið þannig þetta svona, ég hef ekkert séð hennar svona sannfærandi notabenni, ég hef ekki lesið bókina hans Hutchinson eða Hudson en mér finnst ekki að hafa séð henni svona sannfærandi sko framsetningu af hverju nákvæmlega þetta eitthvað lýsandi fyrir þessi ríki sko. Það er bara góða punktur og og ég alveg opinn fyrir því líka eins og þetta sé kannski þægilegt svona shorthenda ákvönuleiti en það þarf maður að gagnrýna líka því ég verið að líka á sagðans vilja Silkivegin sem ég trúi að hafa ekki verið til allavega ekki þeirri mynd sem venjulega sett fram eins og tölum við þættinum því það allir með áhugavert að þegar allir með eftir þessa bók sem ég las þar sem þá fornleifafræðingur sem bara fer í gegnum fornleifa fundina og bendir á það bara, það er enga fornleifa minjar hérna sem styðja þetta, hér hafa verið eitthvað rosa verslun það var einmitt svipað hér sko, því að það er oft að hugmyndir einhvern veginn komi einhvers stað fram og svo byrja menn bara að vísa í hvern annan og svo einhvern veginn verður hugmyndin að sannleika því nógu margir eru búin að vísa í eitthvað og það er spurning hvort þetta til dæmis þetta þarna þessi púðurveldi sé einhvern veginn svona svipa fyrirbrigði. Það er svona eitthvað svona endurtekið stef bara. En við skulum ekki samt vera fullir að algjörlega það fyrir við erum búin að lesa The Venture of Islam. Algjörlega, maður þurft að passa sig en svona skulum hvetja hlustundur til að kynna sér þessa bók. Ég ætla alltaf að sökka mér í hann á næstinni ég er búin að, ég sendi þetta ég er búin að viða með fullt af bókum þetta þannig að þetta er svona lesverkefni núna næstu mánuða. Það er eitthvað að lesa. Herðu, ég held að við séum bara að fara að vera góðir hér í hlaðvarpinu Söguskoðun í dag. Við erum búin að fara hérna fá smá NASA-þef á þessum 3 ríkjum munum skoða þau betur hér síðar á þessu ári líklega. Við snúum þá hér aftur í næsta þætti af hlaðvarpinu með eitthvað skemmtilegt. Það 80. þátturinn hérna næst. Það getur vel verið að reynum að gera eitthvað sérstakt eða bara ekki neitt. Kemur ljós. Hvetjum hlustundur til að hafa samband á söguskoðun@gmail.com, Facebook síðu þáttarins og á öðrum miðlum þar sem okkur að finna og segjum þá gott í bili, gott fólk, verið þið sæl.